Já, velkomin að Rauða borðinu á mánudegi í maí. Það komið nýr mánuður, maí, og það verður kosið í maí, það verður kosið 14. maí til sveitarstjórnar. En undanfarið hefur verið miklar sveiflur á fylgiflokka líklega út af bankasölumálinu. Mikil áhrif á fylgiflokka, mikil áhrif á traust almennings á leiðtogum ríkisstjórnarinnar og ráðherrum, og við ætlum að ræða þetta svona saman og kannski breytingar í flokkakerfum til lengri tíma vegna þess að hingað er kominn Ólafur Þ. Harðarson, prófessor emeritus bara í gær eða fyrradag, ertu ekki? Jú, eða bara prófessor. Þú ert bara prófessor, mér finnst þetta emeritus vera hálfgerð tilgerð. Er ekki biskupar alltaf biskupar? Einu sinni prófessor, alltaf prófessor, ég stið það. Já. Herðu, hérna, ef við byrjum aðeins á sveitarstjórnarkosningum, og það er alveg sama hvað maður spyrði, að þú segir alltaf að menn hafa alltaf sagt þetta væri dauf kosningabarátta og byrjaði seint. En er það ekki samt svo að meðal annars út af Landsbankamálinu, út af hvað mikill hiti í landsmálunum, að kosningabaráttan er að byrja óvenju seint núna? Jú, sennilega er hún að byrja óvenju seint, sko, og það er ekki fyrir að það minnka eitthvað sem sé fréttaflutningur af þessum óróa í kringum bankasöluna og þau mál sem að sveitarstjórnarmálin fá alveg forgang, sko. Hins vegar þá var ég nú að skoða þetta í dag og meira og hef nú verið að fylgjast með því að í rauninni finnst mér fjölmiðlarnir margir hafa staðið sig mjög vel í því að gefa sveitarstjórnarmönnunum sko tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum og framfæri. Ég sé þetta í pallborðinu á Vísi. Morgunblaðið hefur verið mjög ítarlega dekkingu bæði í dagmálum og í blaðinu, og Ríkisútvarpið hefur verið með fjölmarga þætti. Það sem heimsvegar hefur vantað er að þessi mál verði sko efst á fréttalistum. Það er að segja að það er í rauninni sko ólgan í landsmálunum sem að ýtir þeim út af þeim vettvangi, og sjálfsagt er það þannig að þessir mörgu og fínu og löngu þættir þeir hafa miklu minna áhorf, gerir ég ráð fyrir, heldur en fréttirnar, sko. Það er eitt sem að gæti líka haft áhrif að undanfarin kosningar, náttúrulega ekki 2010 sem var mjög sérstakar kosningar sem var bestaflokkskosningar, að þá hefur þetta verið svona samfylkingin og sjálfstæðisflokkurinn eins og við værum að vera að kjósa okkur svona borgarstjóra. En núna er eiginlega skiptingin á fylgi flokkana ekki þannig að það sé tilmyndið þess, því að þessi flokkar eru báðir, sjálfstæðisflokkurinn er bara komið niður í 20%, var með 30% síðast, var náttúrulega með 60% 1990 og samfylkingin er eitthvað 22-23, þannig að þessi flokkar ná ekki svona samanlagt helmingnum af fylginu, þannig að fylgi dreifi svolítið meira, og þar alveg kannski er ekki þessar forsendur til þess að vera með þetta svona tveggjaturna tal. Heldur það hafi áhrif? Og þá kunnum við kannski ekki að fjalla sveitarstjórnarmálin, af því þau detta bara í eins og við sem hafa kjósa okkur borgarstjóra. Já, en nefnilega ofta að Sjálfstæðisflokkurinn hafi fengið 60% 1990, en hann fekk nú eiginlega líka 60% 1974, þegar að Birgir Ísleifur var borgarstjóri, og líka 1958 þegar Gunnar Thoroddsen var borgarstjóri, og sumir halda að það sé vegna þess að þeir hafi verið svo ofboðslega vinsælir, Gunnar, Birgir Ísleifur og Davíð, en auðvitað var það ekki það. Ástæðan var svo að það voru óvinsælari vinstri stjórnir í landinu á þessum tíma. Þegar að Sjálfstæðisflokkurinn var í ríkisstjórn, þá voru þessi sömu foringjar, sömu borgarstjórar í öðrum borgarstjórnarkosningum, og þá voru þeir að fá fylgi á bilinu 47-53%, sem var bara þetta venjulega fylgi í Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík áratugum saman. Með þessa tvo turna, þeir eru náttúrulega miklu minni en þeir voru, en þeir eru samt sem áður ennþá turna, það er að segja að þeir eru með 20%, eða segjum pluss mínus 20, 20-25 kannski, en ef næsti flokkur er með 12, þá eru þeir 14 Píratar núna? Já, eða 14, já, jú. Framsókn var í 13, þeir eru eitthvað að dala aftur. En í rauninni hefum maður samt gert ráð fyrir að það séu nú kannski, að því að það er hefð fyrir pólitískum borgarstjórum í Reykjavík, alltaf nú þegar Egill Skúli var 78-82, ég man rétt, að þá erum við kannski að reikna með því að það séu fyrst og fremst Dagur og Hildur Björnsdóttir sem séu borgarstjóra efni. En hitt er alveg rétt sem þú segir, að það er náttúrulega eitt af megin breytingunum almennt á íslenska flokkakerfinu,
að við erum ekki lengi var nú Sjálfstæðisflokkurinn bara einn langstærstur og Framsóknarflokkurinn dálítið þar á eftir og svo Alþýðubandalagið og Alþýðuflokkurinn mun minni. Núna erum við náttúrulega með 8 flokka í þinginu og stærsti flokkurinn með 25% og flestir flokkarnir með kannski 10 til 15% eitthvað svoleiðis og að sömuleyti þetta mjög svipað í borgarstjórninni orðið og það þýðir náttúrulega að þetta allt önnur mynd og menn verða að vinna öðruvísi. Í landsstjórninni voru menn alltaf næstum því alltaf með 2 flokkastjórnir. Nú ekki hægt að mynda þær og þá valla tryggja en þá ennþá eins og þessi stjórn núna held ég að beri þess svolítið merki að menn ennþá í þessum gamla hugsunarhætti að það þurfi alltaf að mynda eins litla stjórn eða stjórn með eins fáum flokkum og hægt annars fari allt í vitleysu og því það erfitt að breyta hefðbundum hugsunarhætti. Hins vegar hefur þetta verið lengur í borginni og núna höfum við verið með meirihluta 4 flokka og menn geta náttúrulega haft skoðanir á því hvort þeir hafa verið að standa sér vel eða illa en ef að menn hafa viljað færa hérna gömlu glundróðakenningu Sjálfstæðisflokksins yfir á 4 flokka meirihluta þá alveg augljóst að hún stenst auðvitað ekkert vegna þess að samstarfið milli þessara 4 flokka hefur bara gengið glimrandi. Hvort sem menn telja að þeir séu svo réttri eða rangri leið, þá þeir allavega í grófum dráttum sammála leiðina. Þannig að það breyting sem meirihlutin í borginni að þróa áfram. Þetta voru 2 flokkar, 2010 til 2014 og síðan eru þau 3 og svo eru þau 4. Kannski verða þau 5 næst. Kannski verða þau 5, það aldrei að vita. Menn verða að læra það að ef við í svona nýju flokkakerfi þá hefur nú líka sagt skilur varðandi landsstjórnina að ef að styrkleikahlutföllin eru svona svipuð eins og þau hafa verið hérna undanfarin ár með Sjálfstæðisflokkinn í kringum 25% að vísu var Framsókn núna með eitthvað yfir 17 en ef allir hinir eru bara með 10 til 15 eða minni að þá þýðir það að ef þú vill bara mynda skal ég segja þér þriggja flokkastjórn þá Sjálfstæðisflokkurinn alltaf inni og Framsókn næstur og Framsókn næstur og þetta náttúrulega hugnar Sjálfstæðismönnum vel en einhvern veginn heldur maður að vinstri og miðjuflokkarnir þeir hljóti að hugsa sig hvort að þeir sætti sig við það að Sjálfstæðisflokkurinn í svona kerfi sé alltaf í stjórn. Áður en við förum í landsmálin að þá staða Sjálfstæðismanna í Reykjavík. Einu sinni var þetta höfuðvígi Sjálfstæðismanna, var sagt. En það hefur breyst mikið, Sjálfstæðisflokkurinn hefur breyst og það munurinn á þéttbýlisfylgi hans og svona landsbyggðarfylginu miklu minn en áður var. Hann hefur verið í kosningum með fyrsta mann í öllum kjördæmunum út á landi líka. Þannig að á sama tíma og hefur hörnað þéttbýlisfylgið. Ámaður að vera að draga svona ályktanir á þessu eða ef maður tæki hins vegar allt höfuðborgarsvæðið saman þá Sjálfstæðisflokkurinn ennþá með svona afgerandi stöðu. Okkur vantar kannski kannanir sem sýna hvort að til dæmis áhrifin af bankasölumálinu hafi áhrif í Garðabæ eða í Hafnarfirði, Kópavogi eða Mosfellsbæ eða Seltjarnarnesi þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft tögluhaldir. En þetta samt að vera að mælast núna í skoðanakönnunum á móti meirihluta sem haldið svona lengi með bara 20%. Þetta í svona sögulegu ljósi þá þetta mjög veik staða fyrir flokkinn. Þetta náttúrulega mjög erfið staða, mjög veik staða fyrir flokkinn og ég sé að sumir að halda að bera saman sem sé annars vegar Hildi Björnsdóttur og hins vegar Eyþór og eiginlega segja þá að Eyþór hafi skaffað miklu betur og ennþá eftir að sjá hvað kemur upp á kössunum. Ég held að þetta sé mikill misskilningur vegna þess að það mjög algengt að menn ofmeti áhrif foringjanna á fylgið. Allar rannsóknir benda til þess að vinsældir foringjanna hafi ekki mjög mikil áhrif á fylgið. Þær geta haft áhrif á aðra hluti. Þannig að það miklu líklegra að held ég að í rauninni sem sé sá klofningur sem að hefur verið tiltölulega augljós innan borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins núna langar hríð sem að birtist meðal annars því að þó að Hildur sé að reyna að berja saman sæmilega heillega stefnu
að þá það kannski ekki alveg trúverðugt, en hitt það ekki hægt í þessari rútu, þar sem hver hendur upp á móti annar í rútunni og það erfitt fyrir að búa til heildstæða stefnu þegar fólk bara ekki á sömu leið. Það þannig með málamiðlanir að það auðvelt að semja ef að menn eru að fást við mál þar sem að menn eru meira og minna sammála markmiðið. Til að mynda ef allir vilja góða leikskólaþjónustu, þá eru menn kannski að rífast það hver hafi byggst flesta leikskólana, hvort að nóg hafi verið gert og hvernig nákvæmlega eigi að gera þetta. Og það í slíkum málum, þó að einn vilji setja 100 milljónir í þetta, annar 130 milljónir, þá getur alltaf mæst einhvern veginn á miðri leið. Hins vegar, ef þú ert með mál, þar sem að í rauninni, menn eru með ólíka hugmyndafræði alveg. Eins og mér sýnist vera töluvert í þessum skipulagsmálum í Reykjavík, þar sem menn eru annars vegar með svona hugmyndum, svona þróun í áttina að vistvænni borg eða hvað menn kalla það. Það er kultúrstríð. Já, þéttingu byggðar og hjólreiðar og þess áttar. Og hins vegar gamla módeli sem var alls ráðandi í aðalskipulaginu frá 1962 bílaborg með greiðum samgöngum fyrir bíl og mislægum gatnamótum og öllu þessu. Þessar tvær myndir mjög erfitt að það mjög erfitt að finna sem sé málamiðlun. Þannig að það vandi Hildar og það í rauninni held ég tölvöld mikið vandi Hildar. Auðvitað hægt að ná einhverri lendingu milli þessara sjónarmiða en það er ekki endilega auðvelt. En ef við verum að skoða frá kosningum og núna þeim mælingu sem við erum að sjá núna, þá flokkurinn að fara úr 30 niður í 20. Já. En á sama tíma þá sérðu Framsóknarflokkinn fara úr engu, það var eitthvað 2% upp í 12-13%. Þetta eiginlega sama hlutfallið. Þetta, myndur þú líta svo á að þetta væri eiginlega sami potturinn sem að þessi flokkar væru að sækja í? Miðflokkurinn hefur líka minnkað, hann var svo lítill, þannig að þótt hann mælist núna 2%, þá kannski bætast bara 3 eða 4% í þennan pott sem að þessi flokkar geta sótt í. Myndur þú horfa á þetta að vera svona einangraður pottur sem að þeir hefur lítið að sækja, eins og kannski valið á Hildi var, vonum að geta sótt í eitthvað fylgi sem að kannski hjá Samfylkingunni eða Viðreisn, að raunverulega sé Sjálfstæðisflokkurinn bundinn á því að fara á þessi með miðflokki og Framsóknarflokki. Við erum ekki með kannanir sem að sýnir streymi, eða sem ég man eftir, sem að sýnir streymi milli flokka í borgarstjórnarkosningum svona almennt. Nema ég man þó eftir því að það eru Gallup-kannanir sem hafa gert þetta rétt fyrir kosningar og til að mynda var það mjög athyglisvert þegar besti flokkurinn vann sinn stórsigur 2010 og fékk 3. atkvæða, að þá var það, og þá sá ég sem sé eftir könnun hvaðan fylgið kom, og það var þannig að það voru yfir 40% af kjósendum VG í kosningunum 2006 sem fór yfir á besta flokkin og eða yfir 30% af kjósendum Sjálfstæðisflokksins fór yfir á besta flokkin og svipað hlutfall af kjósendum Samfylkingarinnar fór yfir á Sjálfstæðisflokksins, eitthvað færri Framsóknarmenn. Og þá man ég að ég skildi nú lítið í því hvers vegna Vinstri græn, að því þetta var náttúrulega augljóst að þarna var ekki við að kjósa borgarmál, það var verið að lýsa frati á kerfið út af hruninu og þá skildi ég ekki af hverju Vinstri grænu kjósendurnir voru í mestum mæli að fara yfir á besta flokkin og því að Vinstri græn náttúrulega bára enga ábyrgð á hruninu eða höfðu ekkert verið í stjórn og varað við. Þarna ríkisstjórn Jóhönnu og Stein Grímsson sem sett orðin afskömmul og byrjuð að vakna vonbrigði með hana. Já, hún farin að verða óvinsæl, Enda sjáum við það í viðbröðin við hruninu fyrst 2009, í kosningunum 2009, að þá fyrsta viðbröð kjósenda að veðja á vinstrimenn, kjósa Samfylkingu og Vinstri græn, þeir fá hreinan meirihluta í eina skipti í Íslandssögunni. Árið seinna þetta farið að súrna dálítið og þá ákveða kjósendur að láta í ljós andúð sína á kerfinu með því að hafna öllum 4 gömlu flokkunum í rauninni. En ástæðan sem mér var gefin upp og ég sel nú ekki dýrar ég keypti að það hafði verið eitt gamall og traustur kommunist, eins og þeir voru kallaðir í gamla daga í VG sem sagði
ég ætla ekki að missa af því tækifæri lífsmíns að prumpa almennilega á kerfið. Ég mun kjósa bestaflokkin. En ég vil bæta aðeins við þarna almennt svona svolítið þetta sem þú varst að segja sko að já, við erum ekki með almennt með kannanum eða ekki með mikið af kannunum þetta fylgistreymi milli flokka í borginni. En ef við skoðum hvernig þetta gerist á landsvísu, líka núna í undanfarandi kosningum, að þá hefur streymið, hvað mest streymið, verið milli Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks og miðflokks. Það er að segja að straumarnir þarna á milli eru miklu sterkari heldur en straumarnir til og frá þessum þremur flokkum til einhverja annarra flokka. Þetta er í rauninni, já, þetta er svona hægri púlía og það af því að margir halda nú að Viðreisn sé mjög mikill hægri flokkur, þá kemur Viðreisn ekki inn í þessa púlíu. Enda er það ljóst af öðrum könnunum að kjósendur Viðreisnar að þeir eru miklu nær miðjunni. Og í raun tekur hægri hlutan af samfylkingunni, frekar heldur en frjálslyndari hlutan af Sjálfstæðisflokknum. Já, þeir eru hvoru tveggja, þú getur sagt að þeir eru í margt samhengi með frjálslyndari hluta Sjálfstæðisflokksins, en þeir eru líka myndi í mig að segja þetta eru bara hægri kratar. En það var annað sem ég langaði að nefna sko að því að tala þróun Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og hérna í kring. Það náttúrulega sem hefur gerst sko, Sjálfstæðisflokkurinn fékk alltaf miklu meira fylgi í borgarstjórnarkosningum í Reykjavík heldur en í alþingiskosningum. Hann var kannski að fá 40-45 í bestu árum í þingkosningum hér, meðan hann var oftast með, eins og ég sagði, 47-53% í borgarstjórnarkosningum. Þannig að ýmsir kusan í borginni sem kusan ekki til þings. Svipað þú staðað með samfylkinguna núna. Meira í borgarstjórn. Já, í rauninni, ég hafði ekki hugsað út í það, en það er ekki vitlaus samlíking. Það sem að hins vegar hefur gerst er að sko Reykjavík hefur orðið rauðari eða Sjálfstæðisflokkurinn veikari þar meðan að hann heldur mestanpart fylgi sínu í kraganum í kringum höfuðborgina. Og af hverju gerist þetta? Það getur haft eitthvað að gera með félagslega samsetningu. Sjálfstæðismenn eru fluttir út í úthverfin? Já, þess vegna. Ég þekkti ekki nú sjálfstæðismenn sem að flutti í Garðabæ þegar R-listinn kom til valda í Reykjavík. En sko, ef við setjum þetta í meira alþjóðlegt samhengi, þá er þetta í rauninni sko þróun, eða sem sé staða, já þróun og staða sem við sjáum víða, að höfuðborgin sjálf, eða stærsta borgin, kjarnin í henni, hann verður gjarnan rauður eða vinstri sinnaður, meðan að krægin í kringum hann og svo landsbyggðin halda meira hægra fylgi. Við sjáum til dæmis í Kaupmannahöfn að í síðustu sveitarstjórnarkosningum í Kaupmannahöfn þá var stærsti flokkurinn Einhedslistinn, sem að ég hef nú kallað systurflokk sósíalistaflokksins. Hann var stærri heldur en kratarnir, þó hann fengi að vísa ekki borgarstjóran því að kratarnir hefðu samið við alla aðra, þeir hefðu samið við íhaldið ef að þeir hefðu þurft til þess að halda borgarstjóra. En svo kratar gera oft þeir vilja sósíalistaflokkur að verstir allra. Eitthvað af þessu sko, hefur í sjálfu sér ekkert endilega með Sjálfstæðisflokkinn per se að gera. Það er að segja audiensinn fyrir hann í sem sé Reykjavík bara minni heldur en hann var áður. Hugmyndirnar sem hann stendur fyrir, þær hafa bara minna fylgi í sem sé borginni heldur en þær höfðu áður. Já, það var meira fylgi í Grafarvogi, þannig var það lengi. Já, það er í rauninni. Við sjáum það líka hérna mjög vel sko innan borgarinnar að það er mikil skipting milli því sem einu sinni var kallað gamla Vesturbæjar íhaldið, sem að nú og KR hverfið bara rauðliðahverfi, en hérna það er mikil skipting á austan og vestan við Elliðaár. Það er líka athyglisvert þar sem að þarna vestan við Elliðaár líkara í rauninni sko bæjuna hér í kringum okkur. Þú nefndir áðan að Sjálfstæðisflokkurinn hefði náð bestri stöðu í Reykjavík á móti óvinsælum eða vinstristjórnum 90 hvað var það, 58 og 74. Já. Já. Núna, þetta verður ekki verið
óvinsæl ríkisstjórn, hún hefur siglt í gegnum COVID og verið bara mjög sterk, þangað til að kemur núna að bankamálunum og þá kemur fram mikið svona andof gegn stjórninni. Þannig að öllu líkindum muni þessi 3 flokkar ættu að eiga í erfiðleikum á sveitarstjórnarstiginu og því að við skulum kannski einbeita okkur bara að tala Reykjavík vegna þess að við höfum tölur þar og eitthvað fleira það flóknar að tala eitt. Við erum búin að fara yfir Sjálfstæðisflokkinn. VG sem að í síðustu kosningu 2018 sem að voru bara nokkrum mánuðum eftir að Katrín Jakobsdóttir myndaði ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki og við hörð viðbrögð hluta af grasrót af VG frægum ummælum Drífu Snædal að éta skít alla daga og allt það. Þá datt hann niður í 4,4% í þeim kosningum. Og sósíalistar fengu mannin. Og sósíalistar fengu mannin. Heldurðu að þeir sem hefðu mögulega kosið, af því að nú hefur það ekki gert það í 2 kosningar, að Líf Magnúsdóttir fær alltaf einhverja kveðjur frá landstjórninni í sínum flokki sem að gerir henni erfitt að sækja í Reykjavík. Þannig að því fekk áfalli líka síðast. Heldurðu að það geti valdið því að þetta verði erfitt fyrir VG núna? Já, ég held reyndar að það sé aðeins kannski of snemmt að draga alveg álítanir hversu mikið stjórnarflokkarnir tapa á bæði í könnunum þingið og líka kannanirnar í borgarstjórninni. Ég vildi eiginlega fá fleiri kannanir en þær sem við höfum. Já, við höfum ef við göngum út frá þeim sem við prósent annars var. Já, við höfum prósent og svo maskínu sem var tvískiptu könnunina Gallup hefur ekki skilað sinni en það er ekki yfir langa tíma og máli kannski nær ekki yfir. Já, ég rekna nú með að í þessari Gallup-könnun, ég veit að það fer náttúrulega eftir í hvenær nákvæmlega þeir hafa tekið hana, þeir eru venjulega að taka hana mánuðin og undan, þannig að í næstu könnun ætti væntanlega að minnsta kosti stór hluti af svörunum að vera eftir að bankasölumálið og Sigurður Inga-málið kemur upp. Á þess að ég veit það nákvæmlega. Og þetta könnun sem ætti að birtast bara í kvöldfréttunum núna kl. 10 í sjónvarpinu eða á morgun í síðasta lagi? Já, við vonum bara að hún komi sem fyrst. En ástæðan fyrir því að ég vil nú gjarnan bíða eftir henni er ekki endilega að hún sé endilega miklu betri heldur en hinnar. Þetta eru ólíka kannanir og það er eiginlega miklu frekar að maður vil kannski fá 2-3 kannanir, sérstaklega ef það er mikil breyting, því að stundum fáum við kannanir sem að eru bara slembisveiflu, þess vegna vill maður gjarnan ef það verður einhver veruleg breyting, fá nokkrar til þess að, en ef við gefum okkur það að þessi prósentkönnun til dæmis sem að rímaði við seinni hluta maskínukönnunar og rímar við mælingu og trausti á forystumönnustjórnarinnar, þannig að þú ert ekki út á hálum ís þótt þú drægir einhver ályktanir að þessu. Nei, en ef þetta gengur rétt þá náttúrulega er VG í vandræðum í Reykjavík þeir gætu jafnvel tapa sínu manni þó það sé nú kannski ekki mjög líklegt því að það er orðið þannig að þröskuldurinn til að fá mann inn í Reykjavík þegar er orðin 23 borgarfulltrúar þá er hann ansi lágur þannig að þú getur verið innan við 4%, það fyrir eftir skipting og atkvæðana en þú gætir verið með innan við 4% og samt fengi mann. En þeir voru nú í einhverjum könnunum ekki fyrir löngu með 2 menninni í Reykjavík og síðan sumar þá voru þeir bara í ágætisókn eins og væri búin að jafna sig. Og ef að þessi landsáhrif koma fram í Reykjavík þá náttúrulega er líklegt að Sjálfstæðisflokkurinn á ekki að rétta sig við úr þessum 20% sem hann er að mælast með núna. Framsóknarflokkurinn í þessari prósentkönnun þá var hann með 12 var það ekki, eitthvað svoleiðis. Já, hann fór upp í maskinu í eitthvað, var í 12 núna sem var kynnt í Stöð 2. Þannig að miðað við það, þá er hann ekki ennþá að gjalda þess í borginni, hann er náttúrulega með nýtt framboð og í rauninni líka svo við komum aftur á foringjónum að sumir halda að minn gamli nemandi Einar Þorsteinsson sé svona mikill vote-getter og hann er náttúrulega snöfumannlegu frambjóðandi en hins vegar þá er rétt að hafa í huga að Framsókn var komin með yfir 10% fylgi í þingkosningunum síðast.
Þannig að hérna... Hann að svona ríða bylgju sem að var... Já, það gæti verið, sko, gæti verið. Það við kannski eftir að sjá hana hvort að hún brotni út af landsmálum. Já, ég held að það sé frekar ólíklegt að Framsóknarflokkurinn geti farið hærra heldur en þessi 12-14. Það bara í nefinu, sko, frekar en eitthvað, ég hafi einhver gögn. En þetta gæti sigið. Það ennþá ómögulegt að segja til það. Og það geta náttúrulega orðið tölverðar breytingar á þessum hálfu mánuði sem eftir Já, það eiginlega, kosningabaráttan var alveg byrjuð. Nei. Og stundum gerist eitthvað á henni sem hefur áhrif. Já, það að vísu ekki mjög algengt. Sko, eins og til dæmis eins og þú ert að segja að líklega Sjálfstæðisflokkurinn einhvers staðar í kringum þetta. Að það væri eiginlega úr þessu væri bara svona varnarsigur og þeim að fara í 23-24%. Já, það er mjög ólíklegt að slá upp í 30. Ef maður horfir til þess hvernig svona síðustu 2 vikur í kosningabaráttu hafi verið hingað til. Já, og það náttúrulega kemur líka þarna inn sko að ég man nú ekki alveg tölurnar, manstu þær hvað hann var með í þingkosningunum núna síðast í Reykjavíkur kjördæmunum sko. Mig grunar að það hefur bara verið í kringum 20%. Já. Ég ekki viss að það hafi verið mikið meira, ég man það ekki alveg. Kannski 23 eitthvað. Gæti verið, sko, gæti verið, já. Við svipaði í báðum kjördæmum. Já. Það var einhvern tíma sem var munur á þessu, en hann er svolítið mikið að hverfa. Það er nú kannski auka mála, þessi munur sem var á Reykjavík Suður og Reykjavík Norður. Það náttúrulega vegna þeirra snillik á að búa til Reykjavík Norður og Suður sem er ekki Elliðaárnar. Það var allt öðruvísi. En að þú hefur búin að segja það 2 eða 3, svona vara við það að fólk ofmeti áhrif af vinsælum foringjum. En í hina leiðina, ef þú ert með foringja sem hefur orðið fyrir miklum skakkaföllum og er óvinsæll með afbrigðum, eru áhrifin jafn lítil þeim megin eða getur vondur leiðtogi haft meiri áhrif niður á við, heldur góður leiðtogi? Góður leiðtogi, sko. Ég hef ekki séð neina rannsóknir sem benda til þess. Sko, það að vera með vinsælan eða óvinsælan leiðtoga getur haft alls konar áhrif, en ekki endilega á kjósendur. Við höfum til dæmis mörg dæmi frá Skandinavíu sem man eftir þar sem að voru snjallar og vinsælar konur sem voru sko leiðtogar vinstri sósíalistaflokkana, bæði í Noregi og Svíþjóð og voru að mælast vinsælustu stjórnmálamennirnir í trekk. Flokkarnir hreyfðust ekki í fylgi. Steingrímur Hermannsson var hér vinsælustu stjórnmálamaður, það kom ekki endilega fram í fylgi Framsóknarflokksins. Ef ég man rétt sko þá voru nú þeir fjandvinir Ólafur Ragnar og Jón Baldvin ofta mælast sem mjög óvinsæli stjórnmálamenn, en það hafði ekki mikil áhrif á fylgi flokka þeirra. En hins vegar... Það voru þessi margir sem fylgdu þeim, en jafnmargir og yfirleitt fleiri sem á móti. Það var reyndar einkenni á Davíð að hann var gjarnan bæði vinsælasti og óvinsælasti af því að hann var bara það í það stórum flokki, sko. En sko, vinsældirnar sem að vældust í Ólaf og Jóni voru held í alltaf miklu minni heldur en óvinsældirnar, en það skýrðist meðal annars af því að sjálfstæðismennirnir voru svo margir og þeir voru náttúrulega ekki ánægðir með hvorki Ólaf Ragnar né Jón Baldvin. Það var ekki fyrir í forsetakosningunum 2012 sem að sjálfstæðismenn urðu ánægðir með Ólaf Ragnar og þá reyndar fengu sjálfstæðismenn í fyrsta skipti í lýðveldissögunni. Þá var sá maður kosinn forseti sem að flestir þeirra vildu, en í þeim kosningum kusu 70% kjósenda eða stuðningsmanna Sjálfstæðisflokksins kusu Ólaf Ragnar. Þannig en hins vegar sko... Meinar það í seinustu kosningum þegar hann var búinn að skipta kjósendur? Hann skipta kjósendur. Það er eiginlega alveg dásamlegt að bera það saman fyrir svona fræðimenn. Fylgi Ólafs 96 og fylgi 2012. Hann skipti algjörlega kjósendur. En sko þarna er ég að tala sko áhrif traustsins eða vinsældana á foringjunum á fylgi og kosningaúrslit. Hins vegar geta hlutir af þessu tagi, bæði vinsældirnar og traustið, haft áhrif öðruvísi. Það getur til dæmis, þá geta slíkar óvinsældir og líka ef að flokkur er að tapa í skoðanakönnunum, að þá getur það haft áhrif á stöðu foringjans innan flokksins. Því það er nú þannig oft í pólitík að sá eini sem getur slátraðir
eru ekki endilega kjósendur, þeir gera það að minnsta kosti sjaldan, heldur eru það þínir eigin flokksmenn sem segja nú ert þú ekki að gera nóg og slátra þér. Og svona hlutir geta líka haft áhrif á samkomulagið inn í ríkisstjórn. Frekar heldur en kannski fylgið. Og varðandi áhrifin, sko, jafnvel þó að segjum nú að þeir færu allir niður. Bara rækilega niður, Vinstri græn, Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn. Að í rauninni gætu foringjar þeirra allra sagt, heyrðu, við eigum núna bara að hafa okkur, eins og Ólafur Jóhannesson sagði heitinn að þegar hann var spurður hvað gerir þú, Ólafur, þegar þú lendir í pólitískum stórviðrum, og þá sagði Ólafur, ég geri það sama og hrossin í fljótunum, en hann var náttúrulega úr fljótunum, hann Ólafur, ég geri það sama og hrossin í fljótunum, ég set rassinn í veðrið og býð af mér storminn. Og við höfum auðvitað dæmið það að flokkar hafa verið í gegnum heilt kjörtímabil, verið með tiltölulega lélegt fylgi, en náði upp fyrir kosningar. Hitt að vísu algengara, en tökum bara 2 dæmi þetta skal ég segja því fyrir kosningarnar 2013, í tíð Jóhannestjórnarinnar, þá tekur Sigmundur Davíð við flokknum þarna 2009 eða 8 eða 9 og allt kjörtímabilið þegar þeir eru í stjórnarandstöðu þá eru þeir að mælast í 15% plus mínus 2 og þeir voru að hamast gegn Icesave og þeir voru í hörðustu stjórnarandstöðunni skilaði engu. Síðan kemur dómurinn, EFTA-dómurinn, þar sem að þeir gátu og sagt, heyrðu, við höfum rétt fyrir okkur í þessu og nú erum við með tillögurnar hvað nú, lánabreitinguna eða Svigrúmið var þetta kallað, svigrúmið til þess að greiða penninga út í samfélagi aftur. Já, eitthvað svoleiðis, sko. Og allir aðrir og sérfræðingar sagðu, heyrðu, þetta ábyrgðarlaus popúlismi hjá Framsóknarflokknum. Þá gátu Framsóknarmennirnir komið og sagt, já, hverjir að segja það? Það eru þeir sömu sem sagði að við myndum tapa í Icesave-málinu og á 3 mánuðum frá dómnum og fram að kosningum þá nær flokkurinn að bæta við sig úr 15 í 25. En þetta er auðvitað frekar óvenjulegt. En sumpart sáum við þetta sama núna hjá Sigurði Inga. Framsóknarflokkurinn var búinn að vera að mælast allt kjörtímabilið í kringum 10% og oft undir 10%. Svo fer hann að skríða upp kannski í svona 11, 12, jafnvel 13, en bara á síðustu þú kannt það nú kannski eins og ég betur en ég, að á síðustu 10 eða 2-3 vikunum þá er hann að fara upp í þessi 17. Og þá kemur ljósa miðflokkurinn sem fólk var alltaf að bíða eftir að myndi náði sér ekki, heldur dalaði. Já, menn voru alltaf að bíða eftir að Sigmundur Davíð myndi draga kanínu upp úr hattinum. Hann gerði það bara ekki. Og töluðu eins og Sigmundur væri alltaf að draga kanínur upp úr hattinum, en hann gerði það bara einu sinni, hann gerði það bara 2013. Og núna reyndar svona áhugavert fyrir áhugamennum sko kosningabaráttu og kosningaáróður og svona stefnuskrár að núna dró að vísu, svo ég leiðrétti sjálfan mig að núna dró Sigmundur kanínu upp úr hattinum. Þeir settu fram mjög svona óvenjulegt og djarft prógram sem að eiginlega allir aðrir svona flissuð að. En það reyndist bara engin kanína eða öllu heldur, það hafði engin áhrif á fylgi og þeir... Hún var dauð, þessi kanína. Já, má sennilega segja það. Já. Herðu, en við erum að tala vinsældir stjórnmálamanna, en þetta er mælt, svona afstaða almennings til forystumanna í stjórnmálum út um allan heim. Já. Og það er ástæði fyrir því. Einhver ástæði hlýtur að vera, það er ekki þannig að þetta hefur lítil áhrif á kosningar, að menn sé að mæla þetta í einhverjum óþarfa. Það sem að menn eru kannski að mæla sko styrkur stjórnmálamanna til þess að geta beitt sér til þess að ná málum fram að stjórnmálamaður sem er með í miklu andófi við kjósendur, hann er yfir eitt svona
næri ekki miklu í gegn, hvorki inn í sínum flokki eins og þú varst að lýsa, hann komin í vörð þar og hann á í erfiðleikum með að ná það í samvinnu við aðra flokka. Nei, það sem ég var að segja í rauninu svo það sé alveg skýrt sko, ég var bara að segja áhrif á kosningar. Að þetta áhrif á kosningar, en það eru alls konar önnur, svona mælingar geta haft alls konar önnur áhrif. Það kom nefnilega ein mæling hérna innan milli skoðanakannana, sem var mælt afstaða til ráðherranna, hvort að fólk treysti þeim. Já, nákvæmlega. Og þar kemur fram til dæmis mikil sveifla, sérstaklega hjá Bjarna Benediktssyni, en líka hjá Sigurði Inga og líka hjá Katrínu, aðeins minni sveiflan. En það tekur hana úr einhverju svona gullflokki niður í svona skárri efri milliflokk. Drjúgan miðlung. Drjúgan miðlung. Þannig að hún fellur eiginlega úr gullsæti sínu í þessari könnun. En Bjarni Benediktsson, ef við förum aðeins yfir þessa 3 leiðtoga, Bjarni Benediktsson mælist náttúrulega með 71% af fólki vantristur honum og ég, maður er auðvitað fullir af svona en ég man ágætlega tölu, ég man ekki eftir svona, ég man ekki hvernig mælingin var á Sigmundi Davíð eftir Panama-þáttinn, það má vera hann hafi verið, en ég held að þú finnir ekki svona dæmi með það, var bara 18% tristónum í sjálfstæðisflokki, forystumanni Sjálfstæðisflokksins. Getur maður sem að fær svona mælingu, sem er leiðtogi Sjálfstæðisflokksins, er þetta þannig begla að hann mun ekki ná sér? Já, það fer í rauninni fyrst og bara þetta, það er bara tvennt sem getur rakið hann úr embætti, formannsembættinu, það er annars vegar að hann ákveði það sjálfur og hins vegar að félagar hans í flokknum ákveði að setja hann til hliðar. Og það er ekkert auðveðar sem sé að það er ekkert í kortunum í augnablikinu sem að segir okkur að félagar hans í flokknum setja hann til hliðar. Og við megum ekki gleyma því að jafnvel þó að það komi í ljós að 70% þjóðarinnar hafi ekki traust á stjórnmálamanni, að þá eru það 30% sem að eru ekki þeirra skoðunar og hafa traust á honum eða antraust eða það er alveg sama og þegar stærsti flokkurinn er með 25% þá rúmast hann allur inn í þeim 30%. Það er eins og til að mynda þegar eftir Klaustursmálið þá var komið sýndu kannanir sko að milli, ef ég man rétt, 85 og 90% af kjósendum, þeir vildu að þingmenn Miðflokksins sem voru í þessu segðu af sér. Og skildi eiginlega ekkert í því af hverju þeir gerðu það ekki. En fyrir mér var það augljóst, þó að 85% viljaði segja af sér, þá voru 15% sem viljaði ekki. Og það eru akkúrat kjósendur þessar manna. Þannig að ef þú skoðar þetta bara sko út frá leiknum, við erum náttúrulega ekki að tala um neitt siðferði eða eitthvað þess að það er. En maður sem er með svona í þessari stöðu, hann á í erfiðleikum með að fá, það er dýrara fyrir hann að fá stuðning sinna flokksmanna. Það kann að vera. Hann er veikar í samningum við aðra flokka í ríkisstjórn. En það er líka þetta, svo er þetta breytist afstaða, maður sást til þess í Kastljóssviðtalinu við Katrínu, það breytist afstaða fjölmiðlamanna. Já, nákvæmlega. En það sem að sko er líka kannski ástæða til að hafa í huga er að þessi viðbrögð ráðast líka svolítið af þeim pólitíska kúltúr sem er ráðandi í hverju landi. Við sjáum til dæmis í Bretlandi, er þetta allt öðruvísi. Þar er forsætisráðurum alltaf við og við slátrað. Hverjir slátra forsætisráðurum íhaldsins? Það eru þingmenn íhaldsflokksins. Og þeirra leiðtogi Margaret Thatcher sem á þeim tíma að menn lofsungu gríðarlega, að þeir slátruðu henni hvenær? 1990, af hverju? Ekki vegna þess hvað hann hafði verið að gera, heldur vegna þess að nógu margir þingmenn í þingliði íhaldsflokksins trúðu því ekki að flokkurinn gæti unnið næstu kosningar ef að Thatcher væri áfram við völd. Þannig að þeir fórnuðu henni og reyndar með réttu, því að það sem gerðist í kosningunum og eftir var það að John Major vann alveg þvert gegn því sem að almennt hafi verið talað. Og þetta er mjög algengt í Bretlandi og núna er Boris Johnson í verulegum vandræðum þó hann hafi ennþá staðið þau öll af sér, að þá er stutt í það eða sem sé grund á því, það má ekki miklu muna að það verði uppreist gegn honum í íhaldsflokknum. Staðan hér á Íslandi er allt önnur. Hér er eiginlega engin hefð fyrir því að flokkar geri uppreist gegn sínum foringja. Þeir
hafa staðið oftast með sínum foringjum í gegnum þykkt og þund. Að vísu ekki undantekningarlaust, en þetta var helst í alþýðuflokknum gamla sem var minnstur fjórflokkana, þar sem að urðu svona hallarbyltingar í nokkur skipti, þar sem að formanninu var slátrað. Og Sjálfstæðisflokknum kannski bara 91? Reyndar, það er alveg rétt, sko. Það er reyndar alveg rétt, sko. Það er langt síðan. Það er langt síðan. En varðandi Sjálfstæðisflokkinn, til þess að það verði flokksmenn fara að velta fyrir sér foringjaskiptum, þá þurfa að vera efnilegir foringjar sem gætum ekki við. Já. Ég veit ekki hvort að þið mælið það eitthvað, en það er ekki að sjá það að sé í Sjálfstæðisflokknum svona augljósir arftakar, að manni virðist sem að Bjarni Benediktsson sé afgerandi sterkastur þar inni. Já, það virkar þannig, en það eru náttúrulega nokkrir þarna sem kemur alveg til greina sem arftakar, til dæmis Þórdís Kolbrún og Guðlaugur Þór myndi náttúrulega áreiðanlega hafa áhuga á því líka. Staðan er ekki svo. Þetta fólk er ekki eins og við stöðuna sem Albert hafði á móti Geir og ekki Gunnar á móti Geir. Það er engin svona stað í Sjálfstæðisflokknum í dag. Það er hins vegar í Framsóknarflokknum. Þar ertu með eiginlega 2 ráðherra, Ásmund Einar og Lilju, sem að bera það einhvern veginn með sér að vera með formannsdrauma, og þar ertu með formann sem að skyndilega fellur eiginlega út af sakramentinu. Frá því að vera bara í efri hluta milli kaflan sem við vorum að segja áðan, niður í það að vera bara með óvísaldir áður. Já, það er, það er nú, við verðum nú að sjá hvernig þetta þróast með Sigurð Inga, sko, en þetta náttúrulega kom mörgum mjög óvart þessi uppákoma, því að mönnum fannst þetta mjög mörgum svona úr takti við svona hans áru, svona almennt talað, þannig að það er nú ekki útilokað að framsóknarmenn munu nú fyrirgefa sínum foringja, en þá ég sé ekki að það sé negin ástæða til að ætla að menn vilji fara að steypa honum úr sessi, en hins vegar er það alveg rétt hjá þér að bæði Ásmundur Einar og Lilja eru svona öflugir og kannski hlutfallslega, ég veit þó ekki miðað við Sjálfstæðisflokkinn, en sko það er líka hafa í huga sko að það eru mörg viðmið í stjórnmálaflokkum árangur, og einhver skildi halda kannski að ef við værum bara miðað við fylgi, að þá væri Sjálfstæðismenn löngu búnir að slátra Bjarna Benediktssyni. Af hverju? Vegna þess að hann er búinn að leiða flokkinn síðan þarna rétt eftir hrun, og á þessum árum hefur flokkurinn orðið 25% flokkur pluss mínus þá 1%. Hann á 4 af 5 lögustu útkomum. Nákvæmlega. Akkur er honum ekki refsa fyrir það? Þannig hann heldur þeim í völd. Vegna þess að hann heldur þeim í ríkisstjórn. Og það er númer 1, 2 og 3 augljóslega fyrir Sjálfstæðisflokkinn, en reyndar ekki bara fyrir hann. Íslenskir flokkar hafa almennt verið stjórnsæknari heldur en mjög margir stjórnmálaflokkar hér í nágrannalöndunum. Þeir hafa verið tilbúnir til að fórna til dæmis stefnumálum í meira mæli heldur en flokk algerist í kringum okkur, til þess að vera í ríkisstjórn. Þannig að það sem er hættulegast Bjarna Benediktssyni væri að Framsókn og VG gæfist upp á stjórnarsáttmálanum. Það væri náttúrulega skelfilegt. Enda ef hann Bjarni lenti í stjórnarandstöðu, þá, sko, ég kann nú ekki að skoða í honum nýrun eða inniblinn, en það kemur engum óvart að í þeirri stöðu þá nefndi hann ekki verið í þessu lengur. Hann er náttúrulega búinn að vera, þó hann sé ekki gamall, hann Bjarni er náttúrulega orðinn mjög sjóaður stjórnmálamaður. Og eiginlega við marga sem hafa verið lengi ráðherra að festa því fólki þolið að vera almenni þingmenn á eftir. Nei, ég hef ekki mörg dæmi glæsilegan þingmannaferil eftir langar ráðherradóm. Nei. En það þekki ég marga slíka sem að hafa sagt mér svona á góðri stund að það sé það ömurlegasta sem hægt sé að lendi, það sé að verða venjulegur stjórnarandstöðuþingmaður. Því þeir eru náttúrulega, eftir að hafa verið ráðherra eða bara jafnvel stjórnarþingmaður, sko, af því að hér erum við, okkar kerfi er svolítið öðruvísi heldur en í Skandinavíu. Hér erum við með þessa átakapólitík og winner takes all attitude, þannig að í rauninni er mér og minn ekkert hlustað á stjórnarandstöðuna. En segjum í Skandinavíu, þá er miklu meira samtal.
þó að það bara svolítið merkilegt að þó að það séu þessar blokkir í Skandinavíu, þannig að þú veist hvað ríkisstjórn þú tótt að kjósa, rauða eða bláa ríkisstjórn, að þegar þú skoðað þingið, til dæmis í Danmörku, að þá heilmikil samvinna milli flokkana í þinginu. Og svona dýpri áætlanir í ýmsum málum sem að halda þó að verði stjórnarslit. Vegna þess að það komi fleiri að þeim. Já, og það líka alveg mjög ábyrrandi að þar algengara en ekki, held ég að ég megi segja, að stjórnarandstöðuflokkar taka ábyrga afstöðu. Ábyrga í þeim skilningi að þeir hugsa hvað myndum við gera ef við værum í stjórn? Og ef að þeir komast að því að þeir myndu í aðalatriðum leggja það sama til og stjórnin að leggja til, þá bara samþykja þeir það. Meðan að hér á landi, þá fara menn mikið eftir því sem að Davíð Oddsson lýsti nú að hann hefði gert þegar hann var í andstöðu við vinstri meirihlutann 78 til 82 í borginni og hann sagði í viðtali eitthvað á þessa leið, ég var bara alltaf á móti. Alveg sama hvað þeir lögðu til, alveg sama hvað mér fannst það, ég var bara alltaf á móti. Og þetta getum við sagt að sé svolítið hefðbundið stjórnarandstöðu viðbragð á Íslandi. Ég hef stundum sagt að það eru bara 2 flokkar, stjórnin og stjórnarandstaðan. Svo fara einhverjir flokkar á milli flokka úr stjórnarandstöðu og þá skipta þeir prógram, skipta þeir algjörlega tón. Og það sem það nú kannski dapurlegast við þetta að í svona kerfi þá verður gagnrýni stjórnarandstöðunar svo ótrúverðug. Það að segja, jafnvel þegar að stjórnarandstaðan með virkilega góð mál sem að ættu að ganga að beini á ríkisstjórnarflokkunum, að þá verður alltaf auðvelt fyrir ríkisstjórnarliðið að segja þetta nú bara þessi venjulegi hávaði sem alltaf í stjórnarandstöðunni. Þannig að þetta eins og með strákinn sem hrópaði úlfur, úlfur. Og við erum að fá svolítið stjórnarandstöðu í þessum anda núna. Eftir COVID þá hefði verið eiginlega svolítið friður í 2 ár. Já. Og þú nefndir Bjarnar Benediktsson, þá það kannski í seinni tíma, þá stjórnarandstaða hans og Sigmundar Davíð við vinstristjórn Jóhönnu og Steingríms sem var í þessum anda. Hún var gríðarlega hörð og ég var nú reyndar að fara á málþing í Færeyjum seinni í vikunni og hef verið að skoða málþóf. Og ég sé þar að í því sem ég hef lesið það að þessi skelfilega málþófshefð í íslenska þinginu sem nánast óþekkt í þessu formi í öllum þingum hér í kringum okkur en á hér mjög langan aldur að það eru vinstri stjórnir sem að hafa harðast orði fyrir barðinu á málþófi sem að þýðir þá að sjálfstæðismenn hafa verið harðastir í málþófinu þegar þeir eru í stjórnarandstöðu en hins vegar hafa þeir náttúrulega lengst af blöskra þeim að einhver aðrir hafi völdin og telja sig geta beitt öllum bróðum. Já. Herðu, en áður en kemur Katrínu að því að segja það að menn hafi sagt við því að það sé ömurlegt að vera stjórnarandstöðuþingmaður og sumuliti vitum það líka að það eiginlega ennþá verra að vera almennur stjórnarþingmaður vegna þess að ráðherrarnir ráðu öllu. Þannig það eru raunverulega bara kannski 11-12 hlutverk inn á því þingi og hitt og við finnst að maður sjá þetta svolítið núna að því að nú að koma svona harðari andstaða og bankasölumálið náttúrulega gott mál fyrir að deila en þá sérðu að það eiginlega flesti þeirra sem áberandi eru nýjir þingmenn sem eru sætta sig við það að vera stjórnarandstöðu þingmenn. Já, eru bara glaður við það, en glaður við það. Og standa sér prýðilega. Það standa sér mjög vel og það bara, ég held að það sé hluti af því að þetta mál svolítið bara skemmtilegt í þinginu. Að það eru nýliðarnir sem að halda því eiginlega gangandi því að ef þú fyrir að rifja upp svona eldri stjórnarandstöðu þingmennina að þá hafa þeir ekkert verið sérstaklega áberandi í þessu. Nei. Og eins og ég segi, þeir eru kannski líka búin að missa trúverðugleika vegna þess að þeir eru vegna fortíða sinna en hins vegar kannski tölum aðeins stjórnina og COVID-ið og þetta nefnilega mjög merkilegur ferill þessar stjórnar og hún náttúrulega mynduð stöðugleika 2017, hún með andstæða póla hugmyndafræðilega, margir spáðin ekki langlífi út af því og svona stjórnir eru mjög óvenjulega, það eru helst myndaðar á stríðstímum en hér var hún mynduð og fekk stríð og já, hún fekk stríð, COVID hún fekk stríð, já, og
frá allar stjórnir eftir hrun og það gildi líka Þingvallastjórnina sem var fjall rétt eftir hrunni, sko. Allar þessar stjórnir, þegar þær tóku við, þá byrjuðu þær með 60-80% stuðning meðal landsmanna, nema stjórn Bjarna Benediktssonar. Hún náði aldrei, þegar hún byrjaði, fór hún ekki yfir 50%. En allar hinnar. Og þær hins vegar missa fylgið á kjörtímabilinu og enda í 30-40% og missa það tiltölulega hratt á ári 2 árum, sko, og einhverjar fóru niður fyrir 30, sko. Rétt áður en að COVID kemur, þá, og stjórn Katrínar hafði líka byrjað svona hátt, sko, var hún komin niður fyrir 50% og maður sá bara fyrir sér að hún myndi bara halda áfram eins og hinnar. Þá kemur COVID, hvað gerist? Hún hoppar í 60%, heldur því út ferilinn, nær þessari glæsilegu endakosningu, eina stjórnin eftir hrun sem að bætir við þessi fylgi og reyndar heldur velli, eina stjórnin eftir hrun sem heldur velli. Sem að kjósendur bara refs ekki, því að það var að segja hinnar að kjósendur bara refsa þeim. Já, algjörlega, og reyndar er hún líka ekki nóg með hún haldi velli, hún eina tiltölulega fáum stjórnum í Íslandssögunni sem að bæta við sig sameiginlega fylgi milli kosninga. En sko það sem að... En ef þú tækir núna, því þú ert að lýsa svona, ef þú tækir COVID-kaflan hérna út og við legðum það til hliðar og ég myndi líma þetta saman aftur, þá ertu bara komin miðað við að við reiknum með að sé áfall núna, að þá er þetta bara venjulegu líftími, venjulega ríkisstjórnar eftir hrun. Skildi þó ekki vera. Það sé bara 2,5 árs kaflið þarna sem er óeign. Já, og það sem gerist náttúrulega í sko COVID-inu, þetta menn tala nú bæði sko svona rally around the flag effect að þegar við lendum í sjávarháska eða snjóflóðum eða öðrum háska, þá stöndum við saman. Og þetta gildir þá líka innan ríkisstjórnarinnar því að meðan að þú færð COVID sem allt snýst að þá ert ekki að rífast hin málin. Þar sem grundvallar ágreiningur á sig í rauninni stað. Sigmundur Davíð hefur lýst þessu reyndar bara prýðilega, sko, í rauninni, sko, meðan að þú ert að slást við COVID, þá bara koma ekki fram ágreiningsmálin. Núna hins vegar þegar COVID-ið búið, þá held ég, og það gæti jafnvel verið erfiðara heldur en bankamálið, við eigum náttúrulega eftir að sjá hvernig það endar, að segjum nú að stjórnin lifi það af og haldi áfram, að þá enn eftir 3 ára á kjörtímabilinu og þar geta komið upp alls konar mál sem að eru mikil ágreiningsmál, einkanlega milli Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna. Og búið að reyna á samstarfið núna. Já, og náttúrulega þessi uppákoma núna, hún hefur að minnsta kosti augljóslega sko valdið alls konar pirringi inn í stjórnarliðinu og maður Hundleiðilegt fyrir VG fólk að vera í fermingarveislum að vera að verja Bjarna Benediktsson. Það er bara, ég held að myndi kjósa allt annað, sko. Ég gerir ráð fyrir að það eigi við mjög marga, þó ég hafi nú ekki mælingar á því, þá held ég að ég þóra fullin á það án mælinga. Herðu, en við áttum eftir Katrínu Jakobsdóttur. Hún hafði fádama vinsældir og þegar þú varst að lýsa það að vinsældir skilur sig ekki alltaf í fylgi til flokka, þá á það klárlega við hana, því að hún kannski 60% af fólki var ánægt með hana sem stjórnmálamann og meðan að VG var kannski 15+% flokkur. Og vinsældir hennar er ekki endilega þannig að þær drægi kjósendur til VG og VG er náttúrulega vinstramegin við samfylkinguna og sá flokkur í gegnum lýðveldissöguna yfirleitt stærri en samfylkingin. Lengst af. Já, þó svo að samfylkingin hafi skamman tíma verið stærri, að þá er þetta eiginlega, er hún svona bara á náttúrulegum stað Alþýðubandalagsins. Þannig að núna lækkar hún í fylgi, eða verður minna traust til hennar. Heldur að þetta hafi áhrif á hana? Þetta er náttúrulega viðbrigði við hana. Hún er búin að vera á sérstökum sessi í æði mörg ár í íslenskri pólitík. Algjörlega. Það er mjög erfitt að segja. Það er sko, ég held að þetta sé nú mikið undir henni komið og það er svona ekki mín grein að ráða í sálarlíf stjórnmálamanna. En þrátt fyrir þetta að þá er hún náttúrulega ennþá einhver öflugasti stjórnmálamaður í landinu. Þó hún hafi orðið fyrir þarna sem sé ágjöf. Og ég myndi nú halda að ef hún vill halda áfram, að þá bara gerur hún það.
og náttúrulega með miklu betri stöðu heldur en þeir tveir. Í rauninni Ingi í svona háskalegri stöðu, en Bjarni eiginlega í bara mjög sérstakri stöðu. Bjarni, já. Barða saman við Richard Nixon þegar hann flög í burt á þyrlunni að Nixon var bæði með minni óvinsaldir heldur en Bjarni og meiri vinsaldir. Já. En sko, ég sé nú ekki að Katrínu verði neitt ógnað innan flokksins. Jafnvel þótt hann mælist í jafnvel þó hann fari niður. Þessi mann í Reykjavík mælist niður í 7% í könnunum. Já, það nú kannski erfitt að segja. Þingmenn vil ekki horfa upp á það að þeir geti verið að missa vinnuna? Nei, það gæti við þannig niðurstöðu þá væru hins vegar kannski vaxandi líkur á stjórnarslitum að Vinstri græn hreinlega vildu sprengja núverandi stjórn og þeir myndu náttúrulega í svona stöðu ekki vilja fara í kosningar. Þannig að sko, fyrir þá væri ef svona strategi væri annarkvort að þrauka bara og vona að þetta skána þeim eða sprengja stjórnina og reyna að búa til 4 eða 5 flokka stjórn, en til þess myndu þau væntanlega þurfa að hafa Framsóknarflokkinn með sér. Og ég hef reyndar tekið eftir því þó og það náttúrulega bara svona anekdótal sko, ég bara heyri það hjá Framsóknarmönnum og sjálfstæðismönnum sem ég tala við, að það hefur verið svona, þeir eru opinskárri pirring milli sjálfstæðismanna og Framsóknarmanna núna síðustu vikurnar heldur en áður sko, meðal annars út af bankasölunni og líka út af Sigurður Inga-málinu þar sem að ýmsir Framsóknarmenn argir finnst að félagar hans í ríkisstjórninni hafi ekki stutt Sigurð Inga eins og meiri þessi ásakandunir hafi verið flokksbundnir sjálfstæðismenn. Já. Þannig að ef við leikum okkur með þetta, ef að þetta leiðin fyrir Framsóknarflokkinn og VG, að þá værum við kannski að tala ríkisstjórn, vinstri ríkisstjórn, sem að væri kannski frekar leidd af Framsóknarmanni heldur en Katrínu. Hugsanlega. Katrín í utanríkisráðuneytið. Hugsanlega. Það svona leið út úr stjórn. Hugsanlega. En það náttúrulega sko, af því við höfum verið að tala vinsaldir foringjanna og þú nefndir það nú eiginlega áðan sko, en náttúrulega fyrir síðustu kosningar þá voru það yfir 40% sem vildu að Katrín yrði forsætisráðherra meðan að flokkurinn fékk 12% fylgi. Og þá var staðan líka svo sko að það voru álíka margir eða fleiri Framsóknarmenn sem vildu Katrínu heldur en Sigurð Inga og sjálfstæðismenn sem vildu frekar Katrínu heldur en Bjarna Ben. Og ég myndi að það náttúrulega, þetta mjög óvenjulegt. Hún hafði mjög sérstakar stöðu og ég man eiginlega ekki neinn dæmi að maður að fara aftur á baki söguna að leita að svona pólitísku fyrirbrigði eins og Katrín Jakobsdóttur. Ég finn engan sko. Nei. Svo þetta fara bara yfir í forsætuna til að finna. Já, en hún mjög óvenjulegur vinstri sósíalist í Evrópu því að hún náttúrulega ekki bara fyrsti forsætisráðherrann sem kemur úr flokki sem að hefðbundið eru taldir vinstri sósíalistaflokkar í þessum flokkafjölskyldum sem talað hún sá fyrsti, það var aldrei við forsætisráðherra frá þessum flokkum í Skandinavíu og ég held að það hefði ekki heldur verið í Finnlandi en svo fór ég nú að rannsaka og kom í ljós að það var rangt hjá mér. Það hafði vinstri sósíalisti verið forsætisráðherra í Finnlandi í einhver 2 ár kannski rétt fyrir 1950 og í Evrópu, og tekur alla vestur Evrópu, að þá eru þeir teljandi á fingrum annarrar handar vinstri sósíalistar sem hafa vorið forsætisráðherra. Þannig að það byggist upp á sérstöku trausti sem að Katrín Jakobsdóttir hefur. Já. Jóð hefði aldrei náð þessu. Það þykir við afar ólíklegt sko og í rauninni sko þegar við vorum ungir menn, Gunnar Smári, þá hefðum við nú látið segja okkur að minnsta kosti 3 sinnum að sjálfstæðismenn myndu láta það yfir sig ganga að sitja í skjóli kommúnistaforingjans í landinu. Og þarf ekki að rifja upp að sko þegar Kristján Eldjárn, ég man nú ekki hvort það var 78 eða 9, þá var ég annarkvort skiptið minnsta kosti, þegar að sko Kristján hafði þá reglu að láta alla fá umboðið, þannig að formaður Alþýðubandalagsins fékk líka umboðið. Og Morgunblaðið ætlaði að ærast yfir því og taldi þetta bara meiri háttar hneyksli að kommunisti fengi umboðið. Þetta 1980
40 árum síðar eru þeir tilbúin til þess að gera formann vinstri sósíalistaflokksins í landinu að forsætisráðherra. Það margt breyst meðal annars á þessum árum sem þú ert að vísa til. Já. Þá voru þessi flokkar á móti NATO og þeir voru á móti herflokkum. Já, en þeir voru með stefnu sem augraði í Sjálfstæðisflokknum en stefna VG virðist ekki gera það. Við skulum ekki ýkja það, sko. Það var náttúrulega, sko, þetta var NATO-her, eða NATO var aldrei mál. NATO gerði það aldrei að verkum að Alþýðubandalagið og Sósíalistaflokkurinn gætu ekki farið í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Hermálið gerði það hins vegar. Þannig að bæði 56 í vinstristjórninni þá og í vinstristjórninni 71 þá gerði Alþýðubandalagið það skilyrði fyrir stjórnarþátttöku að herinn yrði látin fara. Og það var tekið inn í stjórnarsáttmálann í bæði skiptin en auðvitað ekki framkvæmt. En það var nú eiginlega vitað að það var ekki þingmeirihluti. Þannig að, en síðan 78, þá gerist það sem voru mjög merkileg tíðindi að Alþýðubandalagið fer inn í vinstristjórn án þess að það sé orð að herinn skuli fara í stjórnarsáttmálanum. Alþýðuflokkurinn kemur inn sem var ekki í 71 stjórninni. Hann var ekki í 71 stjórninni, en hann hafði hins vegar verið það hefði ekki verið hægt að mynda stjórnina 79. Hann hefði verið 56, hann var í 56 stjórninni. En sem sé upp úr þessu skrifuðu þeir einmitt Styrmi Gunnarsson og fleiri fóru þeir að tala skrifa greinar sögulega sættir og greining þeirra var sú að núna þegar að utanríkismálin sem að hafa náttúrulega ósemjanlegt, þeir gátu náttúrulega aldrei fallist að það að láta herinn fara, sjálfstæðismenn, að nú væri alveg komin flötur á samstarfi Sjálfstæðisflokks og Alþýðubandalags. Það varð ekki. En ég hef litið svo á að alveg frá 78 þá hafi það verið þannig í prinsipinu að það var alls ekki hægt að útiloka að Alþýðubandalag og Sjálfstæðisflokkur færu saman í ríkisstjórn. Þó að það gerðist svo ekki. Það var Óskar þú nefndir Styrmi, það var nú alltaf Óskar ríkisstjórn hans. Já, hann var svo skotinn í nýsköpunarstjórninni. Það þráði alltaf endurkomu hennar. Já, og enda fyrir. Ég kynnti upp að við ætlum að ræða aðeins breytingarnar á flokkakerfinu. Og einhver leyti hefur það spilað inn í þetta, en við höfum verið með svona freka þröngt sjónarhóttn á þær fylgisbreytingar sem hafa verið undanfarið og En þessi upplausn fjórflokksins og breytingar á flokkakerfinu, hvernig lýsir þú því? Hvað að gerast í íslensku samfélagi? Það er kannski eitt sem ég langar til að nefna áður, sem að er ný breyting og ástæða til að hugsa varðandi langlífi ríkisstjórna og þarfmyndigötunum. Og það svo hefð sem hefur myndast eftir hrun fyrir fjölda mótmælum á Austurvelli. Hér áður þá höfðum við náttúrulega óeirðirnar og slagsmál og brotnar rúður og alles í NATO-slagnum þegar við gengum í NATO 1949 en sú andstaða hún breytti engu, hún felldi enga ríkisstjórn. Við fórum inn í NATO, hún hafði svona symbolgáhrif og sjálfsagt áhrif á baráttuþrek þeirra sem voru andvígir eitthvað áfram en í aðalatriðum þó breytti hún ekki sem sé neinu svona miklu. Síðan vorum við náttúrulega með á næstu áratökum stökur sinnum með mjög fjölmennar Keflavíkurgöngur eða gegn hernum, það breyttu aldrei neinu. Við vorum svo með fullt af mótmælum þar sem að voru the usual suspects, svona 20-30 sem að löggan og við áhugamennum stjórnmál gátum við að nafngreint alla. En þegar við fáum aftur búsáhaldabyltinguna og þessi læti öll sem urðu á Austurvelli, það eru tímamót. Það fyrir til stjórnmál götunnar. If you like. Það var já, ef þú vilt, Það sem að hins vegar var... sem svona auka afl, sem var ekki til áður. Sem var ekki til áður, það verður til. Og það sem var náttúrulega sérstaklega merkilegt við mótmælin í búsáhaldabyltingunni, að maður þurfti ekki að fara inn á Austurvöll og horfa á þetta til að sjá að þetta var ekki the usual suspects. Þetta var millistéttarfólk, þetta voru fínar frúr í minkapelsum sem að höfðu bara, kannski tapa peningum og þegar þetta skoðað fræðilega þá kemur í ljós að yfirgnæfandi meirihluti landsmanna studdi þessar aðgerðir og þáttakan í þeim
var ótrúlega mikil. Enda var niðurstaðan svo að þetta felldi ríkisstjórn. Og maður hefði nú kannski haldið að þetta myndi verða bara einstakur atburður, en síðan höfum við iðulega séð þegar einhverju mislíkar að það er boðað til sem sé mótmæla og Panama-spjörlin náttúrulega. Og það er bara með Kastljóssþáttinn og mótmæli daginn eftir og maðurinn er bara farinn daginn þar eftir. Það er í rauninni þessi heimsmeti í brottrekstri forsætisráðherra. Já, það gæti nú verið. Þeir eru nú stundum fljótir að reka forsætisráðherra. Almenningur rekur forsætisráðherra. Já, það var að vísa ekki almenningur sem rak forsætisráðherrann, en ég myndi samt segja að það voru þessi mótmæli sem algjörlega gerðu það og honum var ekki sætt. En af hverju fór hann? Sagði hann af sig sjálfur? Nei, auðvitað ekki. Hann fór til Ólafs Ragnars og reyndi að fá heimildi eða talaði eitthvað þingrof. Hverjir slátruðu honum? The usual suspects. Hans eigin flokkur. Framsóknarflokkurinn sett hann af. Og opnaði til Sjálfstæðisflokksins lausn á málinu. Já, og það gerðu þeir náttúrulega. Og sem Sjálfstæðisflokkurinn tók, hann taldi sig geta náð 6 mánuðum að geta því rétt úr kútnum og frestaði kosningunum. En þeir í rauninni framsóknarmennirnir taka náttúrulega þessa afstöðu, sjálfsagt vegna þess að þeim hefur mislíkað skiluru framkoma Sigmundar Davíðs. Ég nú ekki einu sinni viss að það hafi verið aðalega það sem kom fram í Panama-skjölunum sem hafi fellt hann heldur það að hann laug að þessum sænsku sjónvarpsmönnum. Framkoma hans í viðtalinu. Og sem var svo útganga sýnd í sjónvarpsstöðvum allan heim. Og Íslendingum menn nú illa við margt, en fátt finnst þeim verra heldur en þegar útlendingar að hlæja þeim. Þannig að við getum sagt að svona fjöldamótmæli hafi fellt 2 ríkisstjórnir, eða öllu 2 fellt í rauninni, rakið 2 forsætisráðherra minnst úr embætti við orðum það. Síðan hafa náttúrulega verið fleiri mótmæli sem hafa ekki skilað neinum viðlíka árangri, en núna sjáum við að menn að skipuleggja, eru með þessi mótmæli gegn bankasölunni á Austurvelli, og hvað það búið að vera 4 eða fundir eitthvað svoleiðis og það mér sýnist alveg augljóst, og þú veist það náttúrulega miklu betur, að menn eru í rauninni með módelið frá 2009 í huga. Það að segja vera með vikulega fundi, vera með einfaldar skýrar kröfur og gera sér vonir að þunginn og fjöldinn aukist með hverjum fundinum sem var þróunin 2009. En þá náttúrulega eru þessi mótmæli ekkert í líkingu við það sem gerðist 2009 og náttúrulega ekkert í líkingu við þessi ótrúlegu spontant viðbrögð eftir Panama-skjölin sem voru nú eiginlega alveg ótrúleg en við vitum ekki hvort að hvernig þróunin verður Þarna er verið að það er vald í stjórnmálum eða miðja ykkur í stjórnmálum sem Austurvöllur sem ekki var til fyrir hrun. Mér finnst það svolítið merkileg tíðindi í íslenskum stjórnmálum að það var náttúrulega að tala, við var að reyna að muna þetta að einhver þjóðvílaritstjórinn talaði alþingi götunnar og fékk nú ekki, nei, hann talaði það í kommunistarnir voru auðvitað með alþingi götunnar sem að prótesteraði, enda voru þeir í stjórnarandstöðu. Það var Morgunblaðið sem að náttúrulega átti ekki orð eða náði ekki upp í nefið á sér á hneykslun yfir að alþingi götunar eða skríllinn ætti að fara að ráða. Máttu sumir lítið heyra þau viðhorf í ummælum Bjarna Benediktssonar þegar hann var spurður hvernig hann ætlaði að akta á mótmæli og skoðanakannin sem að sýndu 87% þjóðarinnar að vera ósátt við hvernig stjórnvölduðu haldið á bankasölunni og svo var spurt hvort að almenningur teldi hefði verið brotin lög og hann var alltaf rálegt að láta spyrja venjulegt fólk af því hvort það hefði verið brotin lög. Já, þetta rímar við þessi viðbrögð. Stjórnmálamenn eru venjulega komnir í vandræði þegar þeir fara annars vegar að skamma blaðamenn og ásaka þá hlutdrægni og þegar þeir fara að skamma könnunarfyrirtæki. Auðvitað má segja, skilurðu, að ég minna það skiptir máli hvenær spurt í skoðanakönnun, en hins vegar getur stjórnmálamaður ekki gert neina athugasemd við það að spurja almenningum það hvort að
menn haldi að þarna hafi lög verið brotin, en stjórnmálamaðurinn má náttúrulega segja honum finnist þetta asnaleg spurning. Það hins vegar í flestum tilfellum held ég, og ég held að PR-mennirnir myndu segja þér það er venjulega ekki sérstaklega klókt af stjórnmálamönnunum að segja þetta. Áður en að mótmæli voru, af því að við erum að hugsa Alþingi í göturnar, þá voru stundum undirskriftasafnanir. Já. Þær höfðu, það eiginlega bara Vari land sem eiginlega slökkti á hermálinu, sem var undirskriftasöfnun sem hægri menn stóðu fyrir. Að það eru eiginlega ekki dæmi að undirskriftasafnanir hafi haft mikil áhrif. Kári Stefánsson setti Íslandsmet með safna 87.000 undirskriftum sem að ég held að hafi ekki haft nein áhrif. Sko með undirskriftasafninu þá gerðu samtök hernámsandstæðinga eins og þau hétu þá í kring 1960 tilraun til að fara af stað með undirskriftasafninu, en hún bara konaði niður og ég held að árangurinn hafi ekki verið nógu góður, þannig að því var bara sjálf hægt. 74 aftur kemur Vari land sem að nær þessum ótrúlega árangri, að á þeim tíma voru þau, ef ég man rétt, 55.000 skrifuð undir. Það var að vísu gagnrýnt að atvinnurekendur höfðu verið að láta sitt starfsfólk lifa og svona sko. En burtséð frá því, þetta voru rosalega margir, en þú segir að það hafi skipt sköpum, það held ég ekki. Það var alveg ljóst, mér var það ljóst þegar stjórnin var mynduð 1971, að herinn myndi aldrei fara. Og ég geti nafngreint fyrir því 2 þingmenn í þingflokki Framsóknarflokksins, Jón Skaftason og Björn á Löngumýri, sem að hefðu að mínum mati sko frekar láti drepa sig heldur en að samþykkja að herinn færi. Þannig að Vari land sótti sigur sem var þegar unnin einhvern veginn. Já, þeir sóttu sigur sem var þegar unnin sko, en það breytir ekki því að þetta var mjög glæsilegur árangur hjá því í þessari undirskriftasöfnun. Það engin svona dæmi þáttöku almennings utan stofnanaflokkana sem hefur haft áhrif fyrr en að við komum þá í búsáhaldabyltingu. Já, nei, sennilega ekki fyrir búsáhaldabyltingu, en það sem hefur gerst að minnsta kosti þar sem þetta getur hafa skipt máli eru undirskriftasafnanir sem hafa verið hefur verið beint til forsetans óskum að beita synjunarvaldinu. Sennilega það nú samt oftar sem að því hefur ekki verið sinnt til að mynda. Það tvisvar með ISF. Já, það ISF. Ég veit ekki hvort það spilaði inn í það. Það spilaði ekki inn í það. Var nokkur undirskriftasöfnun? Nei, það var eiginlega bara fjölmiðlafröður. Var nokkur undirskriftasöfnun fjölmiðlafröður? Það var náttúrulega skoðanakannanir sem sýndu afgerandi. Það sýndu náttúrulega algjörlega afgerandi andstöðu við það sko, þannig að enda þorði stjórnin ekki að fara með það í þjóðaratkvæðagreiðslu því hún vissi að hún myndi skítapa því. En það voru hins vegar töluvert margar undirskriftir til Vigdísar í EES-málinu sem að óskuðu eftir þjóðaratkvæði eða synjun, og Vigdís gaf þá út yfirlýsingu að hún vildi ekki rjúfa þá hefð sem hefði verið að forsetinn væri ekki að blanda sig með þessum hætti í stjórnmál. Þannig að dæmin allavega eru mjög fá að undirskriftasafnir hafi í rauninni skipt sköpum. Það gæti verið í sveitarstjórnum samt, það öðru vísi sko. Við spurðum þetta bara til þess að draga fram hvað breytingi verður og þegar verður til svona valdastofnun á Austurvelli eða sem getur haft áhrif sem utan flokkakerfisins, en varðandi flokkakerfis sjálft. Það hefur breyst á umliðnum árum. Hvernig myndur þú útskýra þær breytingar? Já, hvað er það sem hefur breyst? Það hefur í rauninni fyrst og fremst breyst að við erum með í staðinn fyrir 4 flokka sem eru hryggjarstykkið í kerfinu og höfðu lengst af frá 1930 og alveg til 2013 verið að fá sko oftast á bilinu 90-100% fylgi, stundum aðeins minna. Að þá erum við núna komið með 8 flokka og í staðinn fyrir að stærsti flokkurinn sé 40% flokkur, þá er stærsti flokkurinn núna 25% flokkur. Og þetta eins og vorum aðeins að koma inn á áðan, það veldur alveg nýrri dýnamikku varðandi stjórnarmyndanir og varðandi fullt af öðrum hlutum. Og síðan eru þessir
hefur það líka gerst núna á meira eftir hrun heldur en áður að við höfðum haft nýja flokka alveg frá 1970 og jafnvel fyrr. Og venjulega eftir 1970 var venjulega alltaf 50 flokkar á Alþingi, en það var eiginlega aldrei sami flokkurinn. Því að þeir lifðu yfirleitt ekki nema 1 kjörtímabil og sá sem lifði lengst var Kvennalistinn sem að lifði í 4 kjörtímabil. Og eiginlega allir þessir nýju flokkar hins vegar, þeir voru klofningsflokkar út úr gamlu flokkunum. Og þeir voru foringjaflokkar, það voru sterkir foringjar sem að Jóhanna Sigurðardóttir 95, Albert Guðmundsson 1987 sem að klufu sig frá. Það voru eiginlega engin grasrótarsamtök, nema Kvennalistinn, einu grasrótarsamtökin eru í rauninni Kvennalistinn. Hins vegar, sko, það hefur fjöldi flokka komið fram eftir hrun og allmargir þeirra hafa sem sé komist inn í þingið og þeir eru mestanpart til grasrótarflokkar, þar að segja að þeir eru sprottnir úr einhvers konar grasrót. Það er líka nýtt í sem að tengist kannski Austurvelli. Já, getur gert það. Við höfum náttúrulega aukin völd eða aukin svona plattform almennings fyrir utan stofnanaflokkana. Já, í rauninni sko. Í rauninni. Við náttúrulega borgarahreyfingin 2009 var beint afsprengi búrfaldabyltingarnar. Nú kerfið hjá okkur að verða líkara því sem kannski í Skandinavíu, sem eins og þú ert að lýsa kannski efsti flokkurinn með 25, krattarnir að detta þar niður. Erum við í millibilsástandi? Er líklegt að hér þrói svona blokkir? Það er... Getur Framsóknarflokkurinn ákveðu í hverju blokkinu á að vera, eða verður hann eins og mitt á milli, þannig að hann gæti nú átt mjög erfitt með að ákveða í hverju flokkur fólksins ákveðu í hverju blokkinu ætti að vera? Já, í rauninni, það er líka góð spurning og Viðreisn. Hvar myndirðu sitja ef þú ættir að raða þessu í bláa og rauða blokk? Hvar myndirðu sitja flokk fólksins? Já, það er, sko, ég myndi ekki geta svarað því. Ég held að sko, ef við verum með rauða og bláa blokk, þá sýnist mér algjörlega augljóst að Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur eða það sem eftir er á honum, þeir væri í bláa blokkinni. Viðreisn gæti verið þar, en hún gæti líka verið, Viðreisn gæti verið eins og radikali venstri í Danmörku, sem að stundum í bláa blokkinni og stundum í rauðu blokkinni og hefur verið, og var það svona kingmaker. Framsóknarflokkurinn efnislega gæti líka verið í þannig stöðu. Það er hins vegar sko augljósta Samfylkingin og Píratarnir og VG og Sósíalistarnir er ég að gleyma einhverjum. Það væri rauða blokkin sko og en í rauninni sko er alveg hægt að hugsa sér að bæði Framsókn og Viðreisn gætu líka verið í þannig blokk. Eða digað á milli eins og er dæmi í Skandinavíu, það eru flokkar sem eru mitt á milli. Já, og það er reyndar nú það sem hefur verið að gera svolítið í Skandinavíu er að það eru svona vísbendingar að blokkakerfi sé aðeins að brotna upp. Það er ekki eins sterkt og það var fyrir bara 10 árum. Voru líkur á ríkisstjórnum sem að fara á milli hægri og vinstri í Svíþjóðs? Já, það sem gerist núna, fóru þarna 2 flokkar úr hægri blokkinni og gerðu stuðningsflokkar ríkisstjórnarinnar sko. Þó að það sé mjög fádýtt að það séu mynda ríkisstjórnir þvert yfir línuna. Það er mjög fádýtt í Skandinavíu. Gerst í Þýskalandi, gerst í Hollandi, gerst svona hér og þar, en eiginlega síst í Skandinavíu. Já, ég held að það megi alveg segja það. En þetta kerfi sem við erum með, það er einhverju leyti er það ekki að virka, því að þetta er svona millibilskerfi. Við erum með gamla valdaflokka sem að sömu leyti hafa völd langt umfram fylgi sitt, út af sko sterkastöðu sinni. Og einhverju leyti er ekki komin inn í svona blokkamyndun. Já, eða sko, ég er ekki sko, það að vera með blokkir mundi einfalda ýmsa hluti sko og kosturinn við blokkir er að sá að þá hafa kjósendur skýrt val það hvers konar ríkisstjórnir fá eftir kosningar. En blokkirnar hafa líka ýmsa galla, sérstaklega ef að blokkunum á Íslandi fylgdi þetta hefðbundna viðhorf stjórnar og stjórnarandstöðu. Það er að segja að önnur blokkin væri við völd og hinn blokkin væri bara á móti öllum. Og svo myndi hinn blokkin skipta algjörlega skoðun þegar hún kemst til valda.
Ef að við gætum hins vegar verið með blokkir og þróa kerfi eins og í Danmörku þar sem að miklu meiri samvinna milli einhverja einstakra stjórnarandstöðuflokka og stjórnarflokka, þá búa til svona lengri tíma samkomulög í varnarmálum, í rauninni, ég meina það í flestum málum það þannig að flokkar eru nokkuð sammála megin línur. Að vísu, það náttúrulega hægri og vinstri hugmyndafræði. Það eru til mál þar sem að getur verið erfitt að sætta sjónarmið. Það getur til dæmis átt við opinberan rekstur og einkarekstur. En í mjög mörgum málum ekkert ginnungagap milli flokkana. Og í rauninni getum við sagt líka til dæmis að því við erum að tala Skandinavíu að þar erum við með þessar skýru blokkir, rauða blokk og bláa blokk. En ef við skoðum veröldina, ef við berum þetta saman við bandarísk stjórnmál, þá eru rauða blokkin og bláa blokkin í Skandinavíu sammála nánast allt sem máli skiptir. Það að segja að allir flokkar í Skandinavíu hafa verið sammála þetta norræna velferðar líka. Það að segja að þó að blanda saman velferðarkerfi, lýðræði og markaðskerfi. Svo eru menn ósammála blöndurnar. Og svo færist líka samkomulagi færist til. Það færst mjög mikið til hægri og miðjan. Þá færist allir flokkarnir í einu. Nákvæmlega. En ef maður miðar við þetta við Bandaríkin, þá náttúrulega væru hægri flokkarnir í Skandinavíu í vinstra armi demokrataflokksins í Bandaríkjunum og þú finnur fáa þar sem að styðja stefnu replikana þó að það væri miklu frekar í populistaflokkunum í Evrópu sem að það gerðist. Populistar hafa mikil áhrif. Við vorum með franskar forsetakosningar þar sem að hægri populisti fekk yfir 40% atkvæða. Við erum með Svíþjóðademókrata sem að mælast með 20% fylgi í Svíþjóð. Þeir eru nú gefið eftir hægri populistaflokkarnir bæði í Noregi og Finnlandi og Danmörku. En víða, Ítalíu eru þeir fegnaröflur. Ég held að sé bara hægri populistaflokkar eru með 55% fylgi í skoðanakönnunum. Já, það er ekki aðeins eftir í hvernig með skilbundna. En hvernig heldur að þessi árið komi hingað, vantar okkur riðbeltið til þess að það sé raunverulega hægt á að byggjast upp svona öfl í Íslandi? Það mjög góð spurning. Þetta eitt af því sem maður ofta spurður af erlendum kollegum. Akkur engin, þá segja menn nú ekki Salvini. Já, akkur ekki svona þjóðernissinnaður populistaflokkur á Íslandi og það ýmsar tilgátur. Ein svo að í rauninni þá hafa allir íslenskir flokkar eða nokkurn veginn verið með ákveðna þjóðernistaug. Þannig og þjóðernisstefna hefur aldrei verið svona skammaryrð á Íslandi. En síðan ekki hér, það hefur náttúrulega, og mælingar hafa sýnt það að tortryggni í garð innflytjenda og útlendinga umtalsverð í landinu. Það var einhver spurning, held ég 2007 eða hvernig það nú var, þar sem að það voru yfir 30% sem voru óttuður skilur að hvort það var að þetta myndi hafa vonda áhrif í íslenska menningu, einhver þannig spurning. Komum bara líka í hvort þú myndir vilja að múslimi byggi í blokkinu. Við höfum ekki verið með þá spurningu, en varandi þess að það sem þetta var yfir 30% að einhverjum 4 árum seinna eða 1 eða 2 kjörtímabilum seinna, þá hafði þessi tala helmingast. Þannig að það auðvitað einhver markaður fyrir svona hugmyndir á Íslandi og við sáum í rauninni, en við höfum ekki haft mörg dæmi það að menn hafi reynt að virkja svona útlendingaandúð. Það helst í borgarstjórnarkosningunum, var það ekki 2010, var það 2014? 2014 þegar þeir voru stelpurnar með Moskvu. Framsóknarflokkurinn. Já, Framsóknarflokkurinn var með Moskvumálið. Sigurður Ingi var varaformaður, þannig að hann höldu bara því til haga. Já, og það reyndar gæti hafa haft einhver áhrif, þeir unna minnst okkur góðan sigur. Frjálslyndi flokkurinn var að daðra við svona hugmyndir fyrir alþingiskosningarnar 2007, en það skilaði honum engu. Hann fór upp í skoðanakönnunum reyndar fyrir kosningar, en þegar upp var staðið þá skaffaði það ekki fyrir hann. Og síðan höfum við náttúrulega verið með einhverja örflokka sem hafi verið, sem ég kann ekki nöfnin á, sem hafi verið að bjóða fram og fengi innan við 1%.
En ég veit ekki alveg hvernig við eigum að skýra þetta. Ég held að það sé nú ekki, kannski, að Íslendingar ekki mjög trúaður á það að þeir séu endilega miklu umburðarlyndari eða minni rasistar heldur en nágrannir okkar. En hins vegar höfum við haft töluvert aðra samsetningu á innflytjendum heldur en nágrannir okkar í Skandinavíu. Það hér eru eiginlega engin múslimar, þó að menn séu að reyna að gera úr þeim einhverja grílu, þá eru þeir bara mjög fáir. Og þar að auki eru flestir okkar innflytjenda eru Pólverjar, sem eru bara góðir iðnaðarmenn og Íslendingar eru bara glaðir yfir að geta fengið smið eða pípara. Og hér hafa ekki orð og þar að auki, sko, það er nú víða. Margir múslimar eru líka góðir iðnaðarmenn, svo ég segi. Já, ekki nokkrum vafa það. Og það vísa til svona almenns viðhorfs þjóðarinnar. Hér vísa til almenns viðhorfs þjóðarinnar, það er að segja að hér hafa í rauninni ekki komið upp neinn sérstök vandamál varðandi innflytjendur. Þeir eru flestir í vinnu og velkomið vinnuafl. Það er hefð fyrir því margra áratuga hefð á Vestfjörðum fyrir því að útlendingar björguðu þar fiskvinnslunni og þannig að sko ef við lítum á þau áróðursbrögð sem að notuð eru í nágrannalöndunum meðal þeirra sem eru á móti útlendingum, að þá duga þau ekki á Íslandi vegna þess að fólk hefur upplifað annað á eigin skrokki. Það þýðir ekkert að segja Íslendingum og útlendingar að séu afætur. Það gerist kannski þegar kemur bakslag í... Já, það gæti vel verið, sko. Bara verið uppgang og fjölgun. Já, það er allt annað mál. Já, því í Brexit að þá var iðnaðarmennirnir frá Póllandi spiluð inn í það. Já. Þeir voru að taka vinnuna, fannst þeim. Já. Herðu, Ólafur, við erum búin að fara yfir ansi breitt svið og ég þakka þér fyrir að koma hingað. Eins og við lofum að þá ræddum við sveitastjórnarmálin, við ræddum erfiðleika ríkisstjórnarinnar, spáðum í fylgi flokkanna, skoðuðum breytingarnar sem hefur orðið á flokkakerfinu. Þú talaður þá breytingu sem hefur orðið að Austurvöllur hefði orðið að fyrirbrigði íslenskri pólitík. Þetta er fróðlegt að fá þig hingað og fá ausa upp úr þér. Ég ætla bara að segja frá því fyrir þá sem að ef að einhverjir eru sem hafa nennt að hlusta á alla þessa langloku hjá okkur Smára, að þá margt af þessu þá kom út bók eftir mig og félaga mín í kosningarannsókninni, Evu H. Önnudóttur, Agnar Frey Helgason og Huldu Þórisdóttur, sem að fjallar einmitt í rauninni svona megin einkennin og flokkakerfinu alveg frá 1930, en fókus er sérstaklega á breytingarnar sem hafa orðið eftir hrun á þetta nýja flokkakerfi, hvernig það hefur gerst og ýmislegt því varðandi. Og það sem er gott við þessa bók, að því ég veit að hlustendur stöðvarinnar, ef einhverjir eru, að þeir eru ekki miklir hátekjumenn, að þá er hægt að fá þessa bók ókeypis á netinu. Hún er sem sé í opnum aðgangi. Ef menn googla, hún heitir Electoral Politics in Crisis After the Great Recession, Change, Fluctuations and Stability in Iceland. Og ef menn googla bara Electoral Politics in Crisis, þá koma þeir inn á síðuna hjá Roulets og þar geta þeir hlaði bókinni niður og hvort sem prentaðan út eða skoðaðan á skjánum. Og ég get lofa mönnum því, burt sér frá analýsunni, hvort þeir kaupa hann eða ekki, að þá er þarna saman komin mikið magn upplýsingar sem ætti að gagnast öllum áhugamönnum stjórnmál. Við skulum setja hlekk undir bæði á Facebook og YouTube fyrir þá sem vilja nálgast þetta. Brilliant, Smári, það er ekki að spyrja því. Þannig að nú get ég bætt við að sem ég segi hvet ykkur til þess að læka síður samstöðurina bæði á YouTube og á Facebook til þess að auka útbreiðsluna. Og þar get ég líka sótt gamla þætti meðal annars þennan þátt, en nú get ég sagt að þessi þáttur fæst líka í bókaformi og verður í hlekk hér undir. En ég þakka Ólafi Harðarsyni kærlega fyrir komuna og ykkur fyrir sem hafa dvalið og hlustað á okkur. Segi bara takk fyrir í kvöld.